Losun brennisteinsvetnis frá jarðvarmavirkjun virðist valda skemmdum í mosa í nágrenninu samkvæmt nýrri doktorsritgerð. Afar mikilvægt að huga strax að vörnum þegar jarðvarmavirkjanir eru reistar, segir doktorinn. Fyrir 2 árum var byrjað að dæla brennisteinsvetni djúpt í jörð við Hellisheiðarvirkjun til þess að minnka mengun. Niðurstöður doktorsverkefnis Teklu Munani Mutia á áhrifum efnalosunar frá jarðvarmavirkjunum á Hellisheiði og í Kenía sýna að brennisteinsvetni safnast fyrir í plöntum og í jarðvegi. So I did sample an area right there where they release excess spent geothermal fluid, and I found the moss there to be visibly brown or dead. And when I did a chemical analysis of sulfur and trace elements, I found that they were in higher content in the moss, the dead moss over there, compared to green moss elsewhere. So it's likely again that these damaged patches we see here, from my scientific findings, they are related to the power plant. Mosin við virkjunina vex hægar en sama tegund mosa annar staðar samkvæmt rannsókninni. Sama á við ákveðna tegund runna við orkuver í Olkaria í Kenía en þó í minna mæli. Þá var styrkur brennisteins í báðum plöntum á báðum stöðum umtalsvert hærri en utan áhrifasvæða virkjananna. Tekla var í doktorsritgerð sinni í fyrradag að viðstöddu meðal annars foreldrum sínum. Í ágripi frá Háskóla Íslands segir að niðurstöður hennar leggi mikilvægan grunn að umhverfisvöktun og við stjórn jarðvarmaorkuvera á Íslandi og í Kenía og séu mjög mikilvægar við alla ákvarðanatöku sem snerti áhrif losunarefna frá jarðvarmavirkjunum á vistkerfi í báðum löndum. There are new places opening up like Teistareykir and the Landsvirkjun. There were also some damages noted in 2008 at the Svartsengi area. So I think the power plants developers should take a responsibility of understanding, the contents or the effects of the emissions if they are also depositing in the moss. It's quite important to start this now before the bomb explodes. Because as you can see, moss, when it's damaged to at deeper depths, it's very difficult for it to regenerate. Tekla önnur konan frá Afríku sem lýkur doktorsnámi í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands. I must commend that there are very few women scientists in the geothermal industry. So I hope I'm encouraging someone and people out there that it's not as technical as it looks. It's fun, it's exciting, and I want to encourage many more women to join me in this field.